Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp á stað sem heitir R5 við Ráðhústorgið á Akureyri og næst aðeins komið að því að tala ferðaþjónustuna. Þetta víst hvirfilbylurinn sem við erum stödd inn í akkúrat núna en mest vissulega á suðvesturhorninu og mikið rætt það hvernig hægt að dreifa ferðamönnum landið allt árið kring og Norrlendingar hafa auðvitað viljað horfa til þess. Verið velkomnir herramenn. Eitt af því sem kannski væntanlega mikilvægt að hafa þá menntað fólk og eitthvað við að vera. Ef þú myndir aðeins bara lýsa fyrir okkur, hvernig myndir lýsa mikilvægi þess að hafa menntaða leiðsögufólk hérna á svæðinu? Það bara skiptir öllu máli í upplifun fólks að það séu góðir fagmenn bæði sem að keyra fólkið og leiðsögumenn bæði. Þetta bara skipulag, þetta frásagnir, þetta bara svo víðtækt starf og þetta er lykil starf í kynningu á Íslandi, segi ég. Það bara þannig? Já. Og leiðsögnámið, hvernig eigum við nóg af leiðsögumönnum til dæmis hér? Nei, það svo sem vantar allstaðar, hvað sem í ferðaþjónustu og í rauninni fleiri greinum, vantar okkur fólk í dag. Þessi sprenging sem þú talar hún er raunveruleg og leiðsögumenn því miður eins og hér fyrir norðan þá getum við ekki eins og staðan í dag boðið mikið að heilsársstörfum. Þannig að til dæmis hvað varðar okkar fyrirtæki þá vinna sem að við getum útvegað leiðsögumenn hún byggist fyrst og fremst á skemmtiferðaskipum. Þau að koma flest í júní, júlí, ágúst. Júlí þar svona tvöfaldir á hina mánuðina. Þannig að það svona akkilesarhællinn hvað okkur varðar. Okkur vantar fleiri ferðamenn til þess að geta í rauninni boðið fólki heilsársstarf. Heilsársstarf sem þýðir að það þarf að dreifa ferðamönnunum og það er náttúrulega erfitt að ætla sér að fara að mennta sig á einhverju sviði þar sem bara boðið sumarstörf. En þú ákvaðst að drífa því leiðsögunámið enga síður. Hvers vegna ákvaðst þú að gera það? Hvers vegna? Já. Því að ég vildi læra meira landið, ég hef gaman að vera með fólki, hef alltaf þótt það og svona bæði að vera leiðbærandi eða kennari, eitthvað þvíumlíkt og leiðsögunámið heillaði mig bara þegar mér var bent á það, þannig ég ákvað að slá til. Þú útskrifaðist 2014. Já. Hvað getur þú sagt okkur hvað leiðsögunám? Er það ekki bara að vera skemmtilegi gaurinn í rútunni? Nei, þetta svona eins og mýtan á bakvið þennan aðalstarfi, bókasafnið að geta raða í stafrófsröð, Já, þú vinnur á Amtsbókasafninu. Ég vinn á Amtsbókasafninu, þannig að þetta er meira en að geta bara verið fyndin í rútu, Okkur ég segi ekki okkur sé ráðlagt frá því að vera fyndin, við getum verið skemmtilega en umfram allt að vera sönn og samkvæm, að segja satt frá. Ekki koma sér út úr einhverjum vandræðum með einhverjum bröndurum, óþarfa bröndurum, en fyrst og fremst að miðla á okkar vitneskju og kunnáttu og þannig að fólki farið fróðara og vonandi ánægðara. En það að vera leiðsögumaður hlýtur að snúast líka bara alls konar aðra hluti, bara skipulag, tímaáætlanir, leysa praktíska hluti eins og klósettferðir og mat og annað. Já, ef maður bara miðar við mitt jobb eins og hann var að segja, þetta er fyrst og fremst sumar út af skemmtiferðaskipunum og þá fáum við frá fyrirtækjum eins og SBA og að þá fáum við bara tímaáætlun sem rútan fylgir og við eigum bara að fylgja henni eftir og öll stopp, klósettstopp eða matarstopp, þau verða bara að vera innan þess ramma og mitt hlutverk þá fyrst og fremst að fylgja þeirri áætlun eftir í samræði þá við þau á undan og svo bílstjóran ef eitthvað kemur upp á. Ég get ímyndað mér að það sé þörf á því að hafa leiðsögumenn í fleiri störfum eða leiðsögumenntað fólk í fleiri störfum heldur en endilega einungis á rútum yfir high season. Ferðaþjónustan er orðin það stór, það hlýtur að skipta máli í þessari atvinnugrein og öðrum að byggja það á menntun og þekkingu. Er það ekki rétt áætlað? Þetta alveg rétt hjá þér. Við sjáum líka trendið að leiðsögumenn er að fara svolítið, eða þessi leiðsögumenntuðu menn og konur, það eru í meiri hluta þar, er að fara inn á ferðaskrifstofunar. Þar sem þeirra menntun og reynsla nýtist í að skipuleggja ferðir fyrir
eins og við köllum seríur, við erum með kannski ferðaskrifstofur eins og fyrir sunnan í allan vetur sem eru í 4-5 daga ferðum og það er rosalega gott að aðilinn sem kemur eiginlega fyrstur að þessu, sem er ferðaskrifstofan sem selur, að þar á bakvið sé góð kunnátta. Nákvæmlega. En nú hefur verið boðið upp á þetta nám hér, er það ekki, hjá Símenntun Háskólans á Akureyri, en ég hef alveg heyrt að það er ekkert endilega brjáluð eftirspurn eftir náminu. Hvernig, af hverju ætti fólk að hugsa um það, að fara í þetta nám? Sko ég skil það ekki, þess að sjálfur persónulega, þá var ég í náminu, heilsársnám, 37 einingar nám og var hér veturinn 2013-2014 og þá var þetta útskrifuð almenni leiðsögumenn og í miðju skólaárinu, áramótin það ár, kom inn svæðisleiðsögumenn, þannig að eftir námið þá vorum við 30 eitthvað þá sem fengum réttindin og héldum áfram að starfa, eða tókum til starfa á þessum vettvangi. Og ég segi bara fyrir mitt leyti að ég gerði það svolítið fyrir mig líka, læra svolítið meira um landið mitt og ég sá bara ekki betri leið en þetta og ég sé ekki eftir því að ég veit miklu meira, mér finnst meira vænt Ísland og svæðið mitt hérna og líka miðbæ Akureyrar bara, gamlu söguna á baku hann líka sem ég vissi ekki áður. Þannig að ef þú hefur áhuga á landinu, bæninum og umhverfinu og sérð af dálitlum pening í það, þá situr þetta í það og þú ætti eftir að búa þessu alla þín ævi. Þannig að ég skil ekki akkurat þetta dæmt því að mér finnst þetta frábært. Sko. Eins og segir, það er helst þá væntanlega það en heldur það gerist, að það verði svona að lokum, störf fyrir alla? Já, ég held að komi svona hægt og rólega. Það er kannski eitt í sambandi þetta sem þessi störf sem við erum að tala um hérna, sem aðallega skipin, kennarar hafa verið nokkuð margir sem fara í þetta nám og þetta harmonar vel með þeim að kenna á veturnar og þetta á svona sumrin eins og menn bara vilja, þetta þarf fólk sitt frí. En margir fór í þetta, nú fólk sem aðeins að draga úr svona vinnuframlagi, þá koma innan gæðsarpa eldri borgarar sem finnst flott að hafa nokkra daga í sumri og eins og Doddi segir að ná tengslum við fólk Nákvæmlega. Þannig að þetta er fínt fyrir þá sem aðeins varnar að slaka á vinnunu Gaman að heyra þetta, því það er nú ekki allstaðar þar sem að þessi mælikvarði oft talaði einmitt fólk bara 50 plus strax í orðið bara erfiðar á vinnumarkaðnum. Þannig að þetta fólk með reynslu flott inn í þetta. Nákvæmlega. Gaman að fá okkur herramenn, nú gaman að fylgjast með framtíðinni í þessu öllu saman og ferðaþjónustunni hérna, hvort að þetta heppnist, þetta Ísland allt árið kring. Vona það og allt landið. Takk fyrir komuna. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.